Hér í þessu dæmi þá höfum við beina línu L sem við sjáum hér á þessari mynd. Hér sem sagt línan L. Hún samsíða setásnum og það sem við eigum að sýna að allir punktar á línunni L hafi sama x-nit og sama y-nit. Ok, við tilgreinum hérna punktin A sem skurðpunktur línunnar L við x og y sléttuna sem hérna á myndinni táknuð með brúnum lit, skeigðum brúnum lit. Sem sagt, punkturinn A skurðpunktur línunnar L við x og y sléttuna og hefur þess vegna hnitin, þessi punktur hefur þá hnitin A sem í aft og einhver tala A, B, þessi x-nitið A og y-nitið B og 0 vegna þess að það þá skurðpunktunum við x, y sléttuna. Ok, gefum okkur nú að á punktinum, á línunni L höfum við punktin P sem hefur hnitin x, y, z. Við erum með punktin P sem hefur hnitin x, y, z. Ok, nú ef að P semst hann á L, ok, þá sem sagt vektorinn AP þá stefnuvektor línunar L, ekki? Ok, og við skulum finna hver hnit hans þá. AP hefur þá hnitin x minus a, y minus b, z minus 0, eða x minus a, y minus b, z. Ok, nú vitum við að setu ásinn, hann hefur stefnuvektorinn EZ sem hefur hnitin 0,0,1 og ef línan L samsíða setu ásnum þá AP og L samsíða setu ás, þá AP samsíða z einingavektornum z. AP hann þá samsíða vektornum z. Ok, nú ef að AP samsíða EZ, þá vitum við líka að AP í aft og einhver tala sem við skulum kalla K sinnum EZ. Ok, og þá getum við sem sagt að AP sem hefur vektorinn sem hnitin x minus a, x minus, y minus b, z þá jaft og þessi tala k sinnum vektorinn 0,0,1. Ok, og það þýðir þá að x minus a, þá x minus a jaft og 0, y minus b líka jaft og 0 og z jaft og k. Ok, nú ef að x minus a jaft og 0, þá náttúrulega leiðir af því að x jaft og a
og ef að y er jafnt og y minus b er jafnt og 0 þá leiðir að því að y-ið er jafnt og b sama hvað punkturinn er og zeta er jafnt og k, það liggur í uppi. Þannig að punkturinn P jafnt og A, x-nitans er A, y-nitið er B og z-nitið er K sem er breytileg stærð. Það er háð því hvar á línunni L punkturinn P er, en allir punktar P, sama hverju þeir eru, hafa hnitin aðkoma B. Þannig að við höfum þá sýnt það.